Jarðhræringarnar á Reykjanesi hafa reynt gríðarlega á orku og veitu innviði þjóðarinnar en hafa ekki síður reynt á fólkið sem staðið hefur í ströngu við að halda þeim gangandi. Í þessum þætti hef ég fengið til mín góðan gest, Petru Lind Einarsdóttur, mannauðsstjóra HS Orku, og við ætlum að skoða nánar mannleg áhrif þessara náttúruhamfara á starfsfólkið og praktísku áhrifin á rekstur fyrirtækisins almennt. Vertu velkomin í lífaði landsins, Petra. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Svo við bara kynnumst fyrirtækina aðeins betur. Hvers konar fólk vinnur hjá okkur og við hvers konar störf? Já, það svolítið sambland af iðnaðarmönnum hjá okkur sem eru svona 40% af fyrirtækinu og svo eru við með, og það hefur aukist talsvert í okkur, það þess að hópur sérfræðinga sem eru raun þá að hafa komið inn í ýmsu ný svið hjá okkur sem hafa kannski stofnast síðastliðin ár, bara út á kröfum í raun á fyrirtæki í dag, svo sem eins og sjálfbærni og líka við höfum tekið talsvert svona, hort mikið meira á auðlindastýringuna, þannig að það svið hefur aukist líka talsvert. Hvað þetta margir? Við erum í heildina 90 og hefum fjölgað mjög mikið undanfarin ár. Ég held að svona fyrir einhverjum 4 ára síðan, hvort það hefur verið bara tæp 80 eða 74 eitthvað áleika, sko. Það hefur verið gríðarlega mikil fjölgun í raun á þessu svið, sérstaklega eins og segi hópi sérfræðinga hjá okkur. En það líka við erum sko í stórum verkefnum, höfum verið það núna, við vorum í stækkunar Reykjanesvirkjun sem kláraðist fyrir ári síðan og núna erum við í stækkunar Svartsengi, þannig að það líka svona stóra verkefna stjórnun kringu það, þannig að það hefur aukist mjög mikið í þessum hópi sérfræðinga. Einmitt. Og það fólk á öllum aldri eða? Já, það hefur hópurinn okkar hefur yngst talsvert undanfarin ár okkar kannski við þessar breytingar og fjölgun á starfsfólki. Það var nú mjög þekkt í orku- og veitubransanum hversu lífaldur var hár og starfsaldur svo sem líka, en það hefur sko droppað talsvert mikið hjá okkur, sérstaklega þetta með svona fjölgun og stærsti hópurinn okkar á milli í reynd 30 og 40 ára. Þannig að það svona stærsti hópurinn okkar. En svo þetta svona eins og súla, það stærsti hópurinn og svo einhverju megin næststærstur og svo yngsti og kannski í hópi 60-70 ára það líka fæstir í þeim hópi. Já, ánægilegt að það unga fólkinu sé að fjölga. Við sjáum þetta í flestum fyrirtækjum. Já, og það hefur alveg mikil svona blæja á fyrirtæki. Það var mjög svona áberandi, við vorum nefnilega að fara yfir, við vorum með svona heilsufarsmælingar sem við erum með árlega og það var mjög fróðlegt að sjá það. Mér hafði mjög gaman þegar ég svona frekar svona sjálf virkar hreyfa mig og hefur verið að hvetja til hreyfingar gegnum árin í fyrirtækinu, við erum með svona hreyfi áskoranir eitthvað álíka og það svona gengið ágætlega en síðastliðin ár, 2-3 ár hefur þetta verið svona eins og sprengja, það mjög fyndið, það er mikil keppni í gangi og við vorum að fá okkur skýrslan úr þessum heilsufarsmælingum sem var þá mæling líka á hreyfingu og það hafði í raun aukist úr hvort það var 2 ári í viku yfir í sko 4 sinum í viku eitthvað álíka, þannig að þetta hefur alveg áhrif á svona blæbrigði á fyrirtækinu. Já. Þannig að ekki að segja að það eldra fólki sé ekki að hreyfa sig en það þessi meira, það svolítið mikið keppni sér okkur, það eru margir á fjallahjólum og það fólk að taka þátt í einhverjum löngum hlaupum og svona, þannig að það þetta element sem fara að verða svolítið svona sterkara. Já, aldrei tækifæri til þarna, sérstaklega kannski í Svartsengi og ótrúlega fallegt umhverfi. Já, það bara miklar útivistar, miklir útivistarmöguleikar. Segja það alltaf á grátandi, þetta það sem að sakna mjög mikið, þú fórst bara með þorpið fyrir fram að þig og þarna fórstu upp í hádegismatnum þínum og komst svo niður og fékkst ekki að hádegismat frá Höllu og horfði bara út á fjallið svo snýbun að hoppa upp á, þetta bara
undir fallet svæði. Og við vorum búin að fara allir nokkra ferðir kringum Sýlingavelli. Það er alveg ógleymi með minning að hafa í raun gert það, því að nú í raun sá hjólastígur, hann er bara löngu komin undir raun, eða ef ekki undir raun, það undir varnagarða, þannig að já, þetta svæði var nýtt talsveit mikið. Já, hvernig var skiptingin á svona starfstöðum þá starfsfólksins af þessum 90 sem að starfa hjá okkur? Það var þannig hjá okkur að við vorum bara með eina starfstöð, við vorum bara í Svartsengi og þetta voru með líka Reykjanesvirkjun, það var bara svona við daginn sem menn fóru þá í raun frá Svartsengi til Reykjanes, út af Reykjanes. Þannig í raun heimastöðun okkar, fyrir skrifstofur og annað var út af Svartsengi. En það var reyndar kannski komið núna 2 ár síðan að við opnuðum smá skrifstofi í turninum í Kópavogi og voru það bara með svona droppstöð eins og við kölluðum það, voru bara 9 skrifborð og enginn átti það svona sérstaklega og bara svo fyrsti fær og voru þar með þess að 2 fundarherbergi. Af því það er þetta líka þannig að kannski þú veist að fólk er í allskyns í raun hópum eða í vinnu með hinum að þessum og þá akkurat var bara mjög gott að geta nýtt það aðstöðu og hún var alveg þokkalega vel nýtt. Þannig að við vorum með það í raun fyrir. Ég reynum að segja þarna bara í 3. nóvember þá vorum við með svona starfsmannafund öll upp í Svartsengi því það var staðurinn okkar sko. Þannig, já. Og þú er náttúrulega bara í rauninu áður en þetta dynur yfir, bara svona í hefðbundnum mannauðsstjóra störfum sem eru þá hver? Maður er að sinna, maður er í ráðningum og maður er í starfsþróun og við séum alla kjarasamninga og höfum lagt líka mikla áherslu á svona heilsueflandi umhverfi hjá okkur, þannig að við vinnum mikið í því, tegum mikið þátt í ferðlavæðingum líka, við erum að vinna í þannig verkefnum, tegum mikið þátt í líka kringum sjálfbærnina og bara, ég er eini í þessu starfi þannig að getur ímyndi, maður er í öllu og maður fær þá líka alls konar verkefni, maður kallar svona móður hússins, þannig að maður sá allt sem maður var inn í Svartsengi, hvað sem að það var bara út frá mötunismálum, þrifum og annað, þannig að ég reyna allt sem tengis fyrir mannauðnum að það kemur inn á mitt svið og líka hefur verið mikil stöðningu við stjórnendur og já, bara name it, það er bara frá, eins og ég hef alltaf sagt að við erum ekki það stórt fyrirtæki að maður verður bara í raun að vera nánar sér til hlutverkum frá því að akkurat að skrifa undir kjarasamning og yfir það að panta stundum bara vistir inn í ískápin, það er bara, og það er bara þannig og það kannski gefur svona heldar starfinu bara þann blæ að við erum svona, þetta er svona bara, þetta er eitthvað fyrirtæki eða heimili, Kona með marga hatta. Já, eiginlega bara pínu þannig, Já, en svo kannski við förum nú í þetta, örlaðaríka tímabil og kannski einn dag sem að breyta öllu fyrir ykkur í HS Orku sem er rýmingadagurinn í nóvember. Já. Getur hann sagt mig frá bara hvernig bara sá dagur var og... Já, ég reyndar það er stundur rosa góð kostur að ég með mikið svona gullfiska minni, þannig að þegar ég er rosa fljóta að gleyma og þá er það yfirleitt eitthvað ef maður þarf að fyrirgefa, þannig að það er líka í svona en það er þessi gleyma maður ekki það voru búin að vera dagar undan sem var búið að vera mikill hristingur og álíka og það var vikuna undan var svona eiginlega bara búið að gefa út að við skulum bara vera við skulum bara nota törnin, vinna heima og því að þetta er ekki þægilegt og það er bara eitthvað sem er veita fyrir mér að þá er þetta ennþá svolítið inn í líkamannum að ef að ég finn eitthvað ristast, þá fæ ég svona, ég stífna, þannig að þetta er mjög óþægilegt fyrir suma og þannig að við erum bara gáum það út bara, fólk er ekkert að koma hér og meina að þetta er svona, við bara viljum það ekki. Það gekk nú ansið, það lítur að var hrist ansið hressilega. Það hristist bara mjög ansið hressilega og það var bara föstudaginn, það var bara ok, þetta er bara komið gott núna, nú förum við bara heim og það var bara rýmt í svolítið kvelli Þannig að við vorum ekkert búin að vera svolítið svona í rauninni vikunum svolítið á undan þegar þetta er að gerast, þannig að þegar það kemur í sig rýming svo í Grindavík. Einmitt.
En þetta svo hafið þið ekkert farið aftur tilbaka, það ekki rétt skilið hjá mér? Já, það má eiginlega segja, sko, skrifstofan var bara, henni var bara lokað og við erum að tala að þarna kannski við erum að tala að þessi 50 til 55 mann sem að bara, eru bara hálfgerðu vergangi. Jú, við vorum í turnin en hann var með nýja skrifborð og ekkert meira það og það var bara að fara á fullt að kaupa inn bara viðbúta skrifborð og var við komum fyrir 27 starfsstöðum þá í rýmið en það var hálfgerður svona pínu hvað segja milli handa og fóta var þetta bara 2 fundarherbyggi og við erum bara mjög svona fundarsetti fólk menn við vorum áður með upp í Svartsengi þá vorum við með 6 fundarherbyggi í Elborg og svo 2 í raun framleiðslu megin þannig að þau voru meira þess að þá voru við svolítið svona, getur við skipt, getur við, þú veist, má ég fá þannig að getur ímyndingunni 2 voru var smá barátta þannig að þetta var svolítið keppni en já, nei, skrifstofaninu fór ekki og í raun öll önnur starfsemi var flutt út af Reykjanes í virkjuna þar sem að í rauninni var ekkert í raun hönnu á sínum tíma fyrir það að vera að taka móti starfsfólki þar reyndar, voru 4 herbergi fyrir vaktmenn til þess að í raun að nýta 3 herbergi í rauninni bara notuðust ef á þurfti að halda ef væri vont veður eða álíka, bara svona nótt og bara eldhúskrókur og þess áttar og allt inni bara var komin 35 manns bara á hverjum einsta degi og ekki bara það þá er þetta talsvert lengra fyrir fólk að keyra út á Reykjanes heldur en í Svartsengi þannig að kannski þú varst út 40 mínútur úr bænum aðra leiðina upp í Svartsengi en þetta tók þig kannski rúma klukktíma önnur leiðin þannig var þessi veruleiki þarna alveg svona miklar svolítið óstöðu til okkur alveg frá nóvember þangað til að við förum svo að átt okkur á því kannski í desember að þetta er ekkert alveg að hætta. Við vorum reynda mjög heppin sem að búa fyrir sunnan í Keflavík að við fengum inni hjá Katiku upp á Ásbrú þeir höfðu þar laust þannig að við gátum koma okkur saman þar við vorum 10 minnum mig sem að fengu þar á það voru aðstæðan kannski var góða á margan háttinn en það var til þess að sáta 3 ára fundaborði í 4 mánuði en aðal það var samt bara svo þú hafði það á einhvern stað en til þess að tölvudeildir þeir eru 3 í tölvudeildinu og það var ekki pláss fyrir þá og þeir voru allir höfðu þetta verið með aðstöðu heima við vorum með fyrir allar þess að við fyrir skrifstofan vorum með svona og gast unnið heima eða annar staðar 2 daga í viku þannig að þeir nýttu sér það stundum að gera það þannig að þeir voru þessi 3 inn í bílskur hjá sér í sinni aðstöðu í þessa alla mánuði og þeir voru algjörlega orðni búnir að vera bara þeir ekki hitta neitt annan þetta var svona eiginlega bara COVID á styrum það er bara að það hafði enga stað Nei, og algjör óvissa og algjör óvissa það var bara, þetta var algjör þessu óvissa sem að í raun ríkti og líka þetta hvað segja, maður var alltaf að vona maður byggði alltaf vonina á það að við myndum raun bara ok, nú er þetta búið nú erum við að fara heim og en þetta er ekki ennþá búið það er komið í júlí Einmitt. En svo ertu með framkvæmdafólk sem var í raunverulega hættu þannig tíma og kannski þar gasmengun og fleira. Svona, hvernig gekk það og hvernig hafið þið tekist á við bara þær aðstæður að senda starfsfólk út í svona vinnu? Við bara ofboðslega vel búmundi segja með það að við höfum verið að vinna svona tekið meiri púður í það að vinna að öryggismálum í heildina. Þau voru alveg ágætt fyrir en höfum verið að stíga í raun stærri skref og erum þeir sem eru í þessum hlutverkum eru þetta bara hafsjóra af þeir sem að þarf til þess að búa gott öryggi fyrir fólkið og þetta í samvinnu við þá eru settar hinn þessar reglur og samráði við í raun þá aðla sem eru raun yfir framleiðslunni
og fylgjast vel með og eru mjög vel tengd á inn í að blokka þessara gagna sem þar til þess að en fyrst sinn á meðana í raun að þú vissir ekkert hvað þú varst með í höndunum og vissir ekkert hvað þú varst að fást við þá þetta er nokkrar aðstæður sem þú ert, það annars verður þetta bara hætta þessi eldgos átt að vera á staðnum eins og vaktmenn, átt að vera á staðnum að gista eða átt að vera út á Reykjanesi getur unnið í Svartsengi dag þegar það er gos, þá mögulega er mengun og það breytist bara á augabragð, við varum í daginn og allt góð og svo bara eftir 2 tíma þá bara byrjuðu allir mælar að pípa og það var bara klukkutíma setna var allir farin á svæðinu þannig að þá er þetta að koma sér upp í allan að búna sem þarf til svona að tryggja öryggi starfsmanna allar þess að mæla og maska og þess að þar og fyrst þetta var að vera að fara þá þetta fengum við vorum í samstarf við slökkvilið og fengum þá þannig búninga og þannig að það þetta allir og það er kannski lýsandi í öllu þessu verkefni, ég held að það sé öllum póstum alveg sama hvort það sé kringu það mannaðin, öryggi framkvæmdin sem var þarna þegar pípan fór ennþá það dag út af varnargörðum það einhvern veginn það allir að leggja svo mikið að mörgum úr ólíkum áttum, ólíkum fyrirtækjum eða bara því að það ótrúlega mikil svona samheldni í gangi í kringum svona það allir einhvern veginn líka að prófa eitthvað í fyrsta skipti og það sumir kannski finnst það meira spennandi heldur en annars sumir hlutir bara eins og maður sá þeirra kannski sumir að séð í sjónvarpinu þegar slökkviliðið fór að sprauta vatni á raunu daginn ég held að þetta var geggjum tilraun og þurfti að prófa þessa tilraun bara að tengja á annað en ég held að bara fólki líka prófa alls konar hluti sem er bara er spennandi að prófa þó að sé hættulegt þó bara að hafa allan varan á Einmitt. En svona gekk alveg, þú segir að allir hafi verið tilbúnir í verkefnin en hvernig svona eins og fyrir þá þig sem annarstjóra og halda bara utanum þetta hlýtur að valda mikil í streitu hjá starfsfólki það er svolítið sérstakt og maður svona reyna að ég reyndar, vil meina að ég er með alveg frábæra stjórnendur sem er svona, gott fólk og er ekkert sama það hugsa mannöðin og það þetta, það líður ekkert öllum vel í þessu, það er alveg ljóst og það er alveg sumi sem að vinna í framleiðslunni og að við erum alveg með starfsmenn sem hafa ekkert vilja að fara í Svartsengi í rauninni síðan nánast og bara líður ekkert vel þar, sérstaklega þegar þar kemur að því, það gósi að koma, öllum bara á morgun hinn eða hinn, skilur þannig að við bara gefum fólki rými til að gera það og það þetta bara næga verkefni út allt, þannig að við höfum bara gert það þannig, þannig að þetta ekkert, við erum þetta ekkert öll eins en það samt engin út af þessu ástandi ákveða að hætta. Það er ekki þannig, að því ég held að við gefum fólkinu rými til þess þá að finna í raun, önnur verkefni sem að þannig að það er þá bara að nýtast þá bara annar staðar eða bara út að Reykjanesi í staðins, það að koma í Svartsengi. Þannig að ég held að það sé svolítið lykilatriði. Auðvitað, við höfum alveg gert tvisasinnum svona spurningum með það hvernig fólki líður með þetta og eðlilega, líður fólki bara misjafnlega, eins og segi það er bara misjafn eins og við erum mörg. En kannski fróðlegast að því að við erum líka að gera mánaðarlega mælingar á líðan starfsmanna, þá hafa þær mælingar komið bara ótrúlega vel út. Við erum ef einhvað er frá því að við byrjum að mæla í nóvember svona línulega upp á við. Í öllum þessum drifkrafta hjá okkur og líka úr þessari skýrslu sem að ég myndist af áðan varðandi heilsufarsmælingarna þá líka sendum við út, það var í mars á þessu ári þannig að þetta var frekar nýlegt að við sendum út spurningalista, eða ekki við, Vinnuvernd sérum þetta og þar sendur út ferslags spurningalista í raun álag og streitu sem að stór meirihluti í raun starfsmanna svaraði og bara svona grófa niðurstöðu því að það var minni álag og streita heldur en var í fyrra, 2023. En áhugavert. Þetta er mjög áhugavert og þannig að
maður er alltaf að reyna að finna, við verðum ræddum þetta í gæri og öryggisstjórinn, þú veist hvað, allar þessar hluti, þú veist hvernig komin svo skemmtilega óvart margar niðurstöður. Svo ég held að þetta svigrúm sem fólk fái að í raun að þú veist, þú færði í raun alveg, þú veist, eðlilega þarf þetta að koma til skila, þú veist, hvernig þið líður og ég meina, ok, það er og þá bregðast við því að þú finnir það að sé verið að hugsa til þín. En auðvitað það ofboðslega lýjandi og það er kannski hópurinn sem að núna, veist, fyrst þegar þetta gerðist var svona mestmegnis þá kannski að skrifstofufólki var heimilslaust og það var kannski fyrir svona mestum breytingunum bara, þú veist, það var bara að vinna heima eða tróða sér í turnin í þessar 27 stöðvar sem voru þar og sem að reyndar sko var ofan á það þegar við vorum búin að koma svo 27 stöðum fyrir rúmi mánuði setna og þú veist, við að rýma líka turnina því að það var mikla í turninum og þátt að fara í framkvæmdir að laga og við þurftum að flytja skrifstofuna okkar niður í Ármúla. Þú veist, þetta var bara svona, ok, þú veist, getur þetta ekki að stoppa núna, sko, þannig að fólk var ekki bara einhvern veginn að tróða sér, það heldur þetta líka frá nýjan stað og bara, þú veist, koma, finna skrifborð og stóla og, þú veist, hvar og hver að vera og, þú veist, aðgangskort og allt þetta litla sem skiptir máli, skilur, hvar ég að borða og allt þetta. Þannig að það var svona, þú veist, fyrstu verkefnin okkar í þessu og svo í raun var tekin að ákvörðin í janúar að í raun finna varanlegri lausn sem við fórum svo í og erum svo sem þá bara, það er alltaf að koma þannig að í lok febrúar voru allir á skrifstofunni komni svona nánast með sinn stað þó sem kannski var ég verið að framkvæma, þú veist, starfsmannaaðstöðuna sem komur saman eða, þú veist, fundaraðstöðu og allt þetta en þá allan að þú varst komið þitt skrifborð, þitt svæð og þitt heimili. En það er ekki alveg staðan okkur í dag og það er kannski sem að maður finnur þreytuna en hún kannski, þú veist, það er þessi þrautsegja í fólki sem ég dáu svo rosalega og þá kannski það sérstaklega þetta þeir sem eru þá í framleiðslunni og þá sérstaklega þeir sem eru á vaktinni. Því að vaktin átti þetta bara frábært hús, starfsmannahús í Svartsengi sem að hver og eitt vaktmaður átti sitt herbergi bara og bara geymdi sitt persónulega dót og voru búin að búa vel að þeim í fyrra, það var sett gufubað og pottur og svona þannig að þeir eru á vakt sér heila viku í senn en svona fara reyndar heim svona skipta, þeir eru 4 á vakt og það eru 2 sem að fá að fara heim í kvíldina og bara bakvakt og það er alltaf 2 á staðnum og þetta eru þetta, þú veist, mikil hafa eitthvað svona til staðar en þeir eru ekki búin að vera í þessu húsi síðan og voru út að Reykjanesi í þessar aðstöðu sem sagði áðan sem kannski var ekki gerð fyrir nema bara eina nótt eða var eitthvað sérstakt í gangi og 3 herbergi en þeir eru 4 á vaktinni. Þannig að það var svolítið mikið þannig að rúmfötin voru bara í pókum og það var bara verið að þú veist, rúlla bara ok, þú veist, ég fer heim á morgun þannig ég teku að rúminu og þá var bara næst að setja rúmið og þetta var svona, já, bara rúmföt í plastbóka, hinga og þanga, þetta var frekar, þú veist, ég bara dáist af þrautsegin í þeim, sko, bara. En við stigum allan það skrifa að við gerðum, gátum útbúið auka herbergi. Þannig að þegar vaktin er í heila viku þá átti þitt herbergi heila viku þú veist, þú þarfst ekki að fara þú veist, búum bara í kvöld sko því þú ert að fara eða koma þannig að það er strax og þeir fá líka svona sér aðstöðu þar sem að þeir þú veist, fá bara sinn bara lazy boy skilur en geta bara hvílt þessi eru 2 sem eru á staðnum og sjónvarpana annars var þetta bara svona hrá aðstöða en þetta er samt sem að sko svo þegar það er þegar hefur verið kannski þú veist gósi búið og landris er að hefjast og það svona er vitað að það er einhverja vikur í gos þá hafa þeir flutt sem setja aftur og fara í Svartsengi og ég er í aðstöðuna sína og ég eru þar en það er samt á þessi breyting að við alltaf að vera að fara fram og tilbaka þú veist þannig að svona litli hlutir að vera með sengur á báðum stöðum og þess þetta rúmföt og allt þetta bara svona litli hlutir sem að maður bara einhvern þú veist upphæðu kannski spáir ekki í en það hafa þeir verið að laga og græja og gera en þeir eru ennþá akkvært í þessu flutningum sko. Þetta er allt svona hluti af einhver svona öryggistilfinningu fyrir starfsfólk þú átt þinn stað í vinnunum þú átt svona þitt dót eins og þú segir og svo er það tekið bara í burtu Já, og það er eitthvað sem að sko, að því að maður sjálfur upplifir þetta svo mjög mikið þú veist, að því að ég er svona þannig starfsmaður að ég vil mæta
þegar við vorum í Svartsengi þó við varum með þessa stefnu að vinna heima 2 viku ég mætti okkur með þessa degi því að mér bara leið svo vel og ég veit að það sko meirilutin eða allir bara tala það manni leið svo vel og umhverfið sem við fórum inn á þann alveg dásalegt og bara líka hitta vinnufélagina þegar við erum svo breytileg starfsemi bara framleiðslan út á örkinni og maður hitti það samt í hádegismat og það þessi nálega sem skapar einn fyrirtæki og þannig ég bara fann það bara mjög sjálf þegar við fengum inni hjá Katigó bara að eiga með einn stað núna eftir við fluttum í það var gerð líka í dag erum við með má ég segja 4 starfsstöðar það þetta við hefum talað turnin og ég talað Svartsengi stundum þeir þar og svo Reykjanes en fólki sem að bjó í Keflavík það á Suðurnesjum að það eru líka komið skrifstofu á Suðurnesjum þannig að hver einn á sitt borð og maður finnur það bara sjálfur hvað það bara mikilvægt að tilheyra hópniðinum og hitta hópið reglulega það bara ég held að jú, það nútíminn gefur okkur það að við getum unnið hvar sem og allt það og það alveg gott og það líka jákvægt, það ákveðin sveigja sem að fólk kann að meta og gefa manni þetta ákveðið sjálfræði í vinnu sem ofboðslega mikilvægt bara út frá, það bara margar rannsaka en það þetta samt að eiga sitt því að þú eigið það miklum tíma í vinnunni að þú komið bara pínu heim sko, að það að skapa þetta öryggi sem að það að þú tilheyrir einhverjum við viljum öll tilheyra það bara þannig einmitt, það svona mannlegt Já. En nú sko ekki bara að þið þurftu að rýma vinnustæðin og fólk sé út allt þá eru þið náttúrulega líka með Grindvíkinga í vinnu hvernig hefur svona gengið að styðja við þau? Já sko ég held að við höfum gert allt sem í okkur valdi stendur til að styðja þau á hinn ýmsa vegu bara marga vegu og aðal kannski þá aldrei var að við gáðum þeim strax rými til að sinna því sem að þau þurftu að sinna án þess að vera að banka í öxluna að maður segir bara mér vantar þetta, mér vantar hitt eitthvað það var eiginlega svolítið gefið bara formað svolítið leyfi á það að þeir voru bara mjög þeir sem að það þurftu að sinna sínu því að inn í þessu þetta bara fjölskyldur skilur með börn og með ungbörn og það allir að fara í gegnum í svona hremmingar þannig að maður búin að ræða þetta mjög oft sko en það verið að ræða því nú eru allir þessi aðlar búin að selja þess húsið sitt og að koma sér fyrir annars þar sumir eru búnir að það eru ekki allir búin að kaupa en það svona fólki búið að koma sér fyrir en það samt ýmsir annmarkar sem að eru að því að það tekur sumir hluti taka svolítið langa tíma með einn sem að byrja alltaf þess að var í Kópavogi og með 2 lítið börn á leikskólaaldri og konan hans þetta var hjá í Víðilið í Grindavík og hennar skjólstæðingar þetta út allt þannig að þau voru bæði í þessu svolítið og þau fengu einhvern safnleikskóla upp í Grafarvogi þannig að það tók nú ansi langa tíma hann nýtti sér á starfsaðstöðunum í turninum og það þurfti að keyra upp í Grafarvogi á mótnana og þá hann horfði að vinnuna þá kannski tók hann svona 40 mínútur að komast í vinnu þau tóku það ákvarðan að koma svo suður með sjó og eru núna að leigja inn í Njarðvík en eru svona að leita sér kannski varanlegur húsnæði en eins sem komið að þá séu búin að búa í Njarðvík í 2-3 mánuði að þá ekki leikskólapláss fyrir hann í ágúst þegar hann byrja upp á nýtt þess að fyrir sunnan en þannig að þau eru með leikskólapláss í Kópavogi þannig að hann keyrir með svona litla krakka á leikskólaaldri hverju mótni til þess að fara í leikskólan og heim aftur þannig að þetta er gríðarlega áskorun og svo þetta eins og fleiri eru með börn í íþróttum og þau hafa verið að æfa saman í bænum og
og þú býr fyrir því sunnan og þú þarft á að keyra barninu í bæinn af því að þú ert líka að reyna að passa upp á þetta félagslega, að þau haldi félagslega tengslu við vinina og þetta. Þannig að það er, já, fólk er verulega tætt, sko. Við höfum allan að þessu kannski búið upp á þetta rými, varni upphafi og líka kannski þá ennþá ákveðnu leyti. Við buðum öllum upp á svona sérstaka úrræði þetta. Við erum með vinnuvernd þar sem við erum með aðgengi að sálfræðingum. Við buðum einnig upp á aðgengi að sérstökum ráðgjafa sem að tekur á streitu og álagi. Þar sem og höfum haft það í raun bara algjörlega í boði og það er ennþá opið og ennþá í notkun. Þannig að já, ég held að þurfi sérstaklega að halda utan þetta. Ég veit alveg hvernig okkur öllum leið að bara vera skrifstofulaus, þannig að maður bara getur ekkert ímynda sig hvernig er svo að vera heimilislaus. Það er bara þannig, sko. Hefurðu nýttir einhver svona sérstök tæki og tól til að takast á við þessu aðstæður með starfsfólkinu og í fyrirtækinu eða hefurðu getað leitað að einhverjum sambarilegum dæmum í annars þar í heiminu? Ég gerir ráð fyrir þetta sé náttúrulega mjög einstakar aðstæður. Ég held að sé mjög einstakar aðstæður, sko. Ég er svona, maður hefur, ég hef verið í sambandi við eitt svona ráðgjafa, bara svona ég sjálf og sem að er í raun hans sérsviði breytingastjórnun og við höfum tekið svona bara session saman og spjall og svo er bara býð frábært hann einskæran áhuga líka á þess að þetta er svolítið einstakt og hann sendir mér svona bara reglulega hvernig gengur og hvað er að gera, þannig að þá getur maður líka svona spegla sig aðeins, þannig ég hef alveg nýtt mér að það þannig, sko. Þannig að ég leitaði í þannig hjálp en svo er þetta bara svolítið eins og með, þetta er bara af því að þetta er svolítið líka sem go with flow í svona aðstæðum. Þú þarf svolítið í raun að bara taka upp hvað eru stödd núna, hvað þurfum við núna. Og það sem að við reyndum að gera miklu meira af heldur en við gerðum, það eru svona venjubunni póstar, þegar í starfsmannamálu varandi hittinga og þess áttar bara hjá öllum fyrirtækjum en við erum svona verið að reyna að gera meira með það, af því að það er kannski það sem að mér finnst skipta máli þegar við erum svona þá dreifþorðin að það er þessi og í þessu álagi að það er þá að það er þessi samvera og hún þarf ekki að vera flókin eins og við segjum. Við erum svona bara reynt að hittast bara eftir vinnu, bara fara í pílu, smá happy hour, vorum með auka viðburði, þannig að við erum að, það er það sem við erum að gera. Vorum til þess með vettvangsferð sem var alveg ótrúlega mikilvæg líka fyrir mjög marga því að þeir hefðu ekki til þess farið í Svartsengi. Já, vettvangsferð í Svartsengi. Já, við náðum því á milli, þetta var lág á borðinu í nokkuð tíma, að finna tímasetningu, en bara við það bara koma rútur bara frá Suðunum sem og frá einhver starfstöðinu upp í Svartsengi og það var, að því þá vorum við búin að rýma í raun Eldborgin okkar skrifstofun og húsnæði og við ákvaðum, ég ætlar þessi vinnu og kom okkur fyrir í raun annars þar á 2 stöðum á skrifstofunni, þá vorum við nýtjörn allan búnaðan okkar það sem við sáum í raun ekki fyrir okkur varum að fara að vera með full aðstöði í Eldborg og þannig að það var allt nýtt og þetta var pínu mjög svona sorglega myndirnar við vorum að tóku myndir eftir það var svona að því fólk bara fór og skildi kannski eftir, það voru svona öryggisskór á gólfinu og mögulega hjálmur og inn í skápnum var kannski einhver úlpa og eitthvað þess og hjólaborðið heitt litla sem var við fyrir skrifborðinu sem við safna eiginlega bara drasli, sko. Þannig að fólk var ekki búin að koma í 5 mánuði. Þannig að við buðum upp á að koma þangað og mögum líka. Vorum þetta bara með buðum svo fólk bara að skoða og bara sjá og þetta líka svona smá skemmtir á húsnæði og þess að þannig að þetta var svona, þú bara koma svona back to basics, svona að sjá hvað að því að þú yfir bara og hún kom sér ekki aftur og svo var boðið upp á, þá var þetta eftir pípa fór, þannig að það var boðið upp á meðan að þú gast fengið valum að fara að kíkja á aðstæður og koma sér tilbaka og svo fórum við öll saman í strollu, það var svona keyrt aðeins meðfram að Grindavík og skoða þar að þetta eðlilega fólk ekkert að fara þangað, bara undir venjulegu kringumstæður, ekkert í boði og svo fórum við öll í raun á starfsstöðun okkar
í krossmánuðan sem að salur sem að við höfum möguleika á að hérna, hafa áganga að og þar var bara 8 notalu stund og hérna fengið okkur að borða og þú veist, bara svona aðeins blanda geði og fara heim og það var ofboðslega dýrmætt stund og líka, þú veist, það líka þetta að makinn hafi líka geta komið og séð því að þú veist að hérna, það bara makar hafi líka bara áhugjur, skilur ég, að hérna að fólkinum sínu. Já, þetta eru snjóbolta áhrif á já, það er það. Þannig að það er svona þessi litli hlutir sem ég held að það eru í raun allar þessi litli hlutir sem að skipta rosalega miklu máli í öllu svona. Það er þetta detail sko. Það sem er kannski áhugavert við hérna, allt það sem hefur gengið á og er ykkar sérstaða í þessum náttúruhamförum að þið fóruð á vergang, fyrirtækið að því svo það leggur sig en samt sem áður slóða fyrirtækið ekki feilpúst. Ekki feilpúst. Það er algjörlega magnað að ég held að við höfum verið alltaf í gegnum tíðan og svona fundist við vera ákveðin það sem við erum að gera þetta finnst hver sinn fífull fegurst eins og sagt en mér finnst við þetta bara geggja fyrirtæki, við erum að gera alls konar hluti sem að við höfum bara kjark til að gera og við viljum gera það vel og ég held að það skýlir sér bara í það sem er að gerast þannig að og öfulegt bara áhersla á það að reyna ráðin rétta fólkið og það hefa bara tekkinguna til þess að láta hlutina ganga og hanga og þannig að, já, það er alveg algjörlega magna, sko, mér finnst það bara Já, ég tek undir það. Og öllu sem ég gengir, sko, já. En hvernig svona, sérðu einhvern mun svona á fyrstu viðbröðum við þessu öllu saman hjá starfsfólki og í rekstrinum og svo hvernig þetta komið núna? Er þetta orðið bara daglegt, nú er þetta bara dagsdagleg? Ég ætla ekki alveg að setja sig orðið bara eins og hver annar föstudagur eitthvað, en það liggur við, skiluru, maður finnur það alveg að það er gríðarlega svona reynsla og farin að tilfinningin farin að þekkjast og þess að það og auðvitað er mikil óviss alltaf í gangi og þegar viðburður fyrir að stað og þess að það, þú veist hvað gerist bara eins og núna í síðasta viðburðu þegar að raunin fór ekki þú veist í þátt sem að við myndum kannski beint vilja og ekki hagstæðir svo allt henni fór bara rauna í raun að fara yfir varnargarðinni í gegnum hann og þú veist og þá koma, þú veist, þá er bara strax eftir á neðurstöðunar fundir og fundað og það er kannski orðið svo smurt að það er líka þetta þú veist, við hvernig höfum við samband, þú veist, hver er okkar tengilegir, þú veist, hver sér hvað og það er komnir, bara umsjónamenn í raun, þú veist, hjá hverjum og, þú veist, framkvæmdastjóri framleiðslu en bara ef þetta er að gera, sko, þá er hann bara strax komin í samband við ákveðna tengiliði á verkís eða ákveðna tengiliði á almannavörnum, þannig að þetta er, þú veist, þetta er fara að smurjast þannig, þú veist, þetta er bara eins og sagt er að, þú veist, það er engin með handrit á það, þú veist, að það komi eldgos og hvað þú ert að gera. Það væri raun, sko, jú, við erum alveg með áallanir upp á rýmingar eða þessatar, en þú ert ekki, þú veist, það var bara ekki hægt að vera með í raun áallanir fyrir svona og viðbröðun á móti þá eru öll svona frekar ný, þú veist, þó setjum eitthvað svona basic í lagi, en þetta eftir sem að hluturinn gerist oftar og oftar að þá verður þetta svona, þú veist, hvað segja, tamara og þú ert líka komið með svolítið svona kjarna í kringum hlutina sem ég raun að hafa líka ákveðna stekkingu og þú veist þú getur treyst á að ég raun að aðstoða því sem að er að gerast. En þetta er samt svona pínu skrítur sko að núna eftir síðasta viðburða þá krossmánu erum með skjá uppi sem með vefmyndavélarnar og það var bara núna uppur miðin í júní sko áður en að gósið var búið þá var kom svona spurning byrju er gósið búið? Það var bara fólk að hætta svolítið að fylgjast með það því það var bara mjalla skilur þannig maður var enginn hætta það er samt pínu creepy sko þegar farin að byrju er eldgósið eða er ekki eldgós skilur og mjög ónýlegt örgulega já akkurat og maður er svona eiginlega farin að bara í gær sko bara já ef þetta kom upp í Svarsengi hvernig kemur upp í Svarsengi maður svona maður veit það ekki en bara þú spyrð það færi bara spurningunum sko og það er alltaf var í gær ekki svona beinleið sko þú ert að fara smá krókaleiðir en í staðan fyrir að fara Krýsuvík og það en þannig að það er alltaf einhvað að gera sko og breytt landslag Sjáðu þið fyrir ykkur að komast aftur í Svarsengi eða eru skemmtir á húsinu?
Það eru smá skemmdir húsin en það var verið akkurat að laga það bara í síðustu viku var að vera að steypa eitt vegg sem að hafði bara nánast losnað frá og þannig að það er svo sem einn stór skemmdina sem að voru upp frá hjá okkur. Þannig að auðvitað, sko, við tölum alveg það, já, þú veist að við viljum, þú veist að við munum gera það en það er eðlilega að verða með breyttu sniði. Þú veist, þegar við erum búin að koma okkur raun fyrir svona eins og við erum að gera, þú veist, á bæði í turnunum og í krossmánum, þú veist, með ákveðnilegu samningi og framkvæmdum og þess áttar, en klálega já að þá, þú veist, þá, viljum við hafa þá aðstöðu líka til staðar sko að einhverju leyti en þú veist það þetta minn ef ég mætti ráða sko þú veist þá myndum við gera það klálega allir sko en ég kannski ræði ekki öll en já þú veist það eins og núna allir veit ég að það við erum með gríðarlega mikla framkvæmdir upp í Svartsengi núna í stækkuna á Svar 7 og þar eru, veist, hvað eru margir á staðnum, þú veist, verktakar og þess að og líka stór hópur frá okkur sem að mæta þarna en annars á hverjum degi, sko. Þannig að þú veist, það er alveg ákveðin virkni og það hefur kannski líka býnum svona fært nætlun sem voru með teimið í kringum stækkurina var keyptur gámur fyrir það teimi, því þetta kannski var ekki pláss fyrir alla eins og var og núna eðlilega nóg pláss og þeir eru komnir inn til dæmis inn í við köllum að þjónustuhús sem eru þá hluti af orkuverunum, það sem eru starfsmann orkuverana sem eru skrifstofan þeirra var og þá þeir komnir þar og það eru líka rými til þess að vera með þú veist að maður reynir að koma, maður reynir svolítið að dreifa sér en að vera eins og viku í turnunum og annarkvort reyndar hefur verið að fara út að Reykjanes meira heldur en í Svartsengi en já, maður sér það algjörlega fyrir sér að þetta er svona back to basics frá því byrja, þetta er búin að vera mjög lengi og þá var þetta þannig að þá var í raun framleiðslan í Svartsengi og við vorum skrifstofur í Njarðvík og ég var staðsett þar, þannig að maður fór svona af og til upp í Svartsengi. Þetta er mjög skondið í dag, ég er búin að fara svona nokkra hringi, svo þetta stækkuðu við og sameinust svona ákveðni veitum og voru komin í 5 starfsstöðvar. En núna áður þurftum að flytja í burtu og þá vorum við aftur komin í Svartsengi þannig að en núna erum við komin með 3 starfsstöðvar þannig svona pínu deysi af júfjámanni alltaf fyrir på nýtt þannig að þú veist, já er ekki komið tíminn til kannski skipta starf og fara að gera eitthvað allt annað ég er bara alltaf í breytingum sko, þannig að maður er alltaf að fást við eitthvað nýtt sko, þannig að þetta er bara með leiði sko, alls ekki Nei, og örugglega gríðarlega lærdómsríkt að gangi gegn eitthvað svona ótrúlega rík af góðri reynslu og Hvað er það einmitt tekur út úr, hvað er þetta að taka gott út úr svona hamförum? Það er samheldi fólks ég bara, þú veist, það er það sem er mér ofalega huga sko, ég geti þetta að vera alveg gríðarlega væmin og mér finnst það er þetta sem mér finnst vera þú veist, ég er rosalega stolt að það er sko, við höfum alltaf í gegnum tíðina í öllum svona könnunum yfir mjög ríkt að menningin okkar er rosalega sterk. Það hefur alltaf verið mælt rosalega há starfsánægja hjá okkur, svo miklu meira heldur en í öðrum sambröðum íslensk fyrirtækjum og það er ákveðninguna samheld, en svona fjölskyldu bragur og menningunni, við stöndum saman, þú veist, við getum alveg tuðað og það er, þú veist, það má alltaf gera betur í alls konar og annað, en þegar einhver er það stöndum við saman og það er sem að mér finnst núna að það er þú veist, og þegar ég fór að spyrja svona fyrir svona 2 mánuðum síðan, sko, hvað finnst þið með þetta? Þú veist, allar þessi, þú veist, allar þessi búið verið ganginu viðbyrði og það er bara, þú veist, það er þessi þrautsægja fólki og við stöndum saman og maður er ekkert svona, þessi litli hlutir verða í raun, sko, þú veist, maður var að vera töðumadur, þú veist, þó það vanti þetta, vanti hitt, þá er samt bara svona ákveð við erum bara svo glöð að við, þú veist, þetta er að ganga og við erum svo stolt af okkur, það er þetta stolt sem er svo ríkjandi í okkur, að það er að menningin, þú veist, hún var sterk fyrir og það er það sem heldur okkur svolítið, hvað segja, gangandi í þessu öllu og það er svolítið svona þétt fjölskylda sem að, látum ekkert, sko, við kannski beigjumst aðeins en við brotnum bara alls ekki, sko. Nei, þetta við þjappa okkur kannski bara enn meira saman. Ég myndi segja það, miklu meira. Petra, þetta hefur verið rosalega áhugavert spjall og við langar að þakka þér innlega fyrir komuna í hlaðvarpið. Nú aftur takk fyrir mig og takk fyrir að bjóða mér. Já, og gangi ykkur vel. Takk.
þetta svolítið, já, myndið þú veist með þetta rosalega dapra myndir, sko, og spára hans í því, þú veist.